Já, en nú get ég sagt bara sem leikmaður en við höfum það fínt í þessum höftum. Ríkissjóður að bólna út af peningum og verða skuldlausar alltaf og það er kraftur í samfélaginu, hagvöxtur hér meir heldur en í öðrum löndum og hvað, akkur ekki bara áfram? Við vorum mjög heppin. Það sem, ef maður svona hugsa út eftir á það að hafa Ísland, sem eins fallegt á landið að forsíðum allra blaða í heiminum, fyrst í gerum efnahagskrísu og síðan í gerum eldfjallið, að það var eiginlega bara óborganleg auglýsing fyrir Ísland og eins og þetta fallegt land og gott að heimsækja, fólk lærði það og það síðan skapana túrisma sem við höfum fengið eftir á. Þetta er ekki þessi efnahagsbati sem núna, þetta er eiginlega ekki yfirvöldum að kenna eða þakka eða höftunum að þakka eða kenna, heldur þetta er bara túrismin. Já, við erum lánsum. Eftir hruni fengum við makríl og loðnu og nú fáum við túrisma. Er það sem þú ert að segja? Og Ísland hefur alltaf frá upphafi vaxið í gegnum einhverja nýja náttúruauðlindir, hvort sem fiskur eða raforka eða túrisma eða eitthvað annað. Sko, Ísland vil ekki vaksa en öðru, við erum bara heppin og túrismin komið ákvæmlega núna. Þessi stöðuleiki sem er búin að vera núna sögulega lengi á Íslandi, við erum búin að vera undir verðbólgumarkmiðum Seðlabankans lengur en bara við munum og hérna er það þá ekki endilega mannanna verk sem sagt þeirra sem að stjórna landi og Seðlabanka, er það þá frekar þessi mikla innkoma að gjaldeyri til þessi gegnum túrisma sem að hjálpar okkur þar? Það er eitt sem hefur verið gott við íslensk yfirvöld, kannski undanfarna áratugi var ekki svona, að þegar vel gengur þá eru skuldir borgaðar niður. Og það er mikill kostur því mjög mörgur löndi sem hafa sveiflum svo Íslandi að þegar vel gengur þá er tilhneigingur til að eyða yfir ennþá meiru. En allavega það ríkisstjórn sem hafa verið völd undanfarna áratugi hafa borgað niður skuldir þegar vel gengur, þannig að það hjálpar alls saman til. En ég held að peningastefna Seðlabankans eða ríkisfjármálin skiptir miklu minna máli heldur en bara túrisminu. Já, að það sé sem sagt þessu utanaðkomandi áhrif og svo kannski má ekki spyrja líka að hrávöruverð hefur verið óvenju lágt. Það lítur að hjálpa okkur líka. Það er margt sem hjálpast við að skapa okkur góða ástand sem er í dag en við vitum ekki hvernig það verður þannig að það skiptir máli að nota tækifæri að búa til undirstöðu fyrir meiri stöðugleika sem muni geta skila Íslandi þangað sem viljum að Ísland verði kannski eftir nokkur áratugi.